Svo það hér bók. Sko ég var að velta hvort að stjórnmálamenn sem voru fyrri ríkisstjórn ætluðu að eyðileggja fyrir okkur jólin á Íslandi. Já, sko, bara... með flóði bóka, það er náttúrulega Össur og Steingrímur. Þessi bók er náttúrulega allt annars eðlis, ég verður að segja það. Hún er skrifuð náttúrulega af Jónínu Leósdóttur og fjallar þeirra samvistir hennar. En það er eiginlega bara eins og fyrri ríkisstjórn hafi alls ekki farið frá. En hún ætlar alltaf að rétta hlut sinn. Já, nú er komið að því. Já, en sko, þetta er náttúrulega saga þeirra tilhugalíf og þeirra hjónalíf og svo er náttúrulega þessi... Og mér fannst sko, sáparturinn, fyrri parturinn, er bara verulega mögnuð frásögn sem á fullt erindi. Fullt erindi. Þetta er falleg ástarsaga, þetta er saga nýja vitund hjá konu sem að allt í einu uppgötvar að hún sko hneigist til ásta á manneskju af sama kyni. Og það er bara verulega vel gert. En svo finnst mér sko, þegar að kemur nú að síðustu ríkisstjórn, þá finnst mér nú eiginlega svolítið draga úr þessu. Þetta eiginlega fjarar út. Já. Og mér finnst vanta til dæmis sko, það vantar alla pólitík í þetta. Til þú saknar það. Mér finnst eiginlega ekki hægt að segja frá forsætisráðherra í fyrstu vinstri stjórnin á Íslandi sem stóð í bardaga í 4 ár án þess að tala pólitík. Það er ekki hægt. Það er nú samt sko það kemur nú svolítið gegn að Jóhanna er nú býsna stórbrotin stjórnmálamaður sko. Já, það væri nú ekki hægt annað. Það væri afrek. Það væri ekki. Sko, ég er sko sammála Sigurð þarna sko. Fyrir hluti bókarinnar, hann græði svo mikið á því að Jónína, það er svo viðfelldin rödd, hún hefur svo vinaleg rödd sem talar til þín og einlæg og er að segja sögu sína og sögu af þessari miklu ást sem er oft svo erfið og þær eru saman og sundur og þetta eru mikil átök. Það kemst algjörlega til skila, en það sló mig dálítið, við kynnumst í rauninni Jóhönnu varla nokkuð í gegnum þetta. Við vitum ekkert mikið hennar persónu. Það eina sem við sko hugsaum já, hún er greinilega mjög dul manneskja. Já. En sko fyrir hluti bókarinnar er mjög góður og áhrifamikill og þetta er svona sagum að ástin sigrar allt. Ég er hrifin af því. Ég ætla bara að segja það. Mjög hrifin af því. Já, við höldum með ástinni. Við höldum ástinni, já. Sko í seinni hlutanum finnst mér þessu Jónína, það er svona bara, sko, hann skorti fjarlægðina. Og hún fellur í ótrúlega gryfjur. Það er þarna, sko, kvæði hún eiginlega bara fer inn í dagskrána hjá forsætisráðherranum. Já, sko, það er þarna einhver kveðskapur úr forsætisráðuneytinu sem er svona, sko, leirburður sem er ortur á hverjum einasta vinnustað og sungin ásatíðum og er mjög gaman í vinnu umhverfinu en á ekki erindabók. Hefur örugglega verið skemmtilegt þá. Mjög skemmtilegt þá. Já, það er þetta sem er ortur upp úr Karlumannabænum eða það er ekki Sofía frænka. Svo hvað eftir annað segja okkur hvað Jóhanna njóti mikils álits erlendis eða hafa ekki mikla athygli. Allt í lagi að segja okkur einu sinni og tvisvar. En sko það er aldrei verið að berja þetta inn í kollin á okkur. Hún vil alltaf rétta hlut sinnar mennesku. Já, og sko þar kannski gætir hún ekki, sko hún fer fram að of miklu kappi finnst mér það. Og hún er líka bara ekki að segja frá hlutum þar sem að mér finnst sko skipta máli. Hún er eitthvað að velta sér upp úr einhverjum opinberum heimsóknum og sko með fullri virðingu fyrir stjórnmálamönnum sem fara í opinberar heimsóknir, hvort sem þetta er Færeyja eða Kína. Mér bara varðar ekkert það. Það var stjórnmálamenn að skrifa heilu bækur, það voru bara opinberar heimsóknir. Þetta verður nefnilega til upptalning. Og svo fer hún að vitna í sko einhverja pislahöfund og birta orðrétt eftir það og það, sko í staðinn fyrir að halda þessari sko persónlegu og bara og persónlega skemmtilega tónlist. Innilegu nálgun sem hún hefur í fyrirpartinu. Er svo sannarlega í fyrirhlutanum en bókin er mjög En svo kom hann alltaf Steingrímur með pólitíkina sko og þar erum við allt í einu komið þetta hugtak sko sem er kannski klaufalegt að þeim að koma inn í umræðuna að Ólafur hafa alltaf verið að raskella ríkisstjórnina og það er mjög, held ég, óþægilegt fyrir... Sko þeir bjuggu þetta til sjálfum sér. Þetta raskellingatal.